Góðan daginn, gott fólk. Nú fer fram 69. fundur sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar sem haldinn er í Þingey. Fundinn sitja Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson. Jóna Björg Hlöðversdóttir er fjarverandi. Í stað hennar situr fundinn Sigurður Guðni Böðvarsson, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson. Arnór Benónísson er fjarverandi en í staðinn situr fundinn Úlla Árdal, Haraldur Bóasson og Margrét Hólm Valdsdóttir sem einnig ritar fundargerð. Gerir einhver athugasemdir við boðun fundarins? Svo er ekki. Fyrsta mál á dagskrá er fundargerð 31. fundar fræðslu og velferðarnefndar Þingeyjarsveitar. Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 31. fundarfræðslu og velferðarnefndar frá 20. nóvember. Í 3 liðum og enginn þeirra þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Ragnhildur Hólm ætlar að fara yfir fundargerðina. Já, takk oddviti. Þetta var sem sagt, eins og þú sagðir, þarna voru 3 mál á dagskrá, ekkert þarfnast afgreiðslu. Fyrsta mál var áframhaldandi umræður Janusarverkefni sem er heilsuefling fyrir eldri borgara og það var gaman að heyra að það er mikill áhugi. Það var sem sagt gerð svona áhugakönnun þetta og það var mikill áhugi meðal eldri borgara þetta verkefni. Nefndin sem sagt fól bara sviðsstjóra og verkefnastjóra æskulýðs, tómstunda og menningarmála að fá tilboðin í ákveðin hluta þjónustu á Janus heilsueflingu. Mál nummer 2 var gjaldskrár 2026 og þá voru bara lagðar fram til kynningar breytingar framhaldsskólans á Laugum á gjaldskrá íþróttamiðstöðvarinnar á Laugum. Og 3. mál var Huld skólastjóri fór yfir skólastarfi í Reykjavíkurskóla og í leikskólanum og það er bara mjög skemmtilegt og metnaðarfullt starf í gangi og gaman að segja frá því að í kvöld er árshátíð, byrjar klukkan 17:30. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ragnhildur. Þau ykkar sem geta staðfest þessa fundi. Við gerum einhver athugasemd, vill einhver annar taka til máls fundargerðina. Það er allir rólegir. Þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð vinsilegt gemerki, hún er staðfest samhljóða. Næsta mál á dagskrá er fundargerð 43. fundar skipulagsnefndar. Fundargerðin er í 15 liðum og liður 1 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og afgreiðsla hans er hluti af öðrum lið hér á dagskrá. Þannig við rennum yfir fundinn. Hann var haldinn 19. nóvember síðastliðinn og þar voru tekin fyrir erindi frá náttúruhamfaratryggingum varðandi upplýsingar til almennings varðandi byggingar á viðkvæmum svæðum. Þarna hafa átt sér samskipti og bréf barst frá sem var sent út til sveitarfélaga og samskipti hafa átt sér stað við náttúruhamfaratryggingar varðandi málið og við fengum þar að segja náttúruhamfaratrygging var að benda á að skipulags ákvarðanir þyrftu að byggja á vel ígrundaðri vinnu og við náttúrulega tókum það til okkar að við varum einmitt að gera slíkt meðal annars með skoðun okkar á landsvæðum í Reykjalíð en auðvitað búum við það að náttúruvá er nokkuð víða af einhverju tagi. Nánari útlistun á erindi bréfsins verður í fundargerðinni, ég ætla ekki að lesa hana til hlítar og bókun skipulagsnefndar er að skipulagsnefnd þakkar fyrir svar náttúruhamfaratryggingar. Athygli var vakin á nýrri skipulagsvefsjá sem er komin í loftið og lagt fram til kynningar og þetta er athyglisvert apparat og ég hvet fólk til að kynna sér þetta skipulagsvefsjá.is sem tekur við af eldri skipulagsjá sem verður lokað núna í desember. Mál nummer 4 er Vegagerðin, vegir og hleðslustöðvar. Sveitarfélaginu barst erindi frá Vegagerðinni vegna framkvæmda við þjóðvegi. Það sem undanfarin ár hefur hleðslustöðum fjölgað til muna og er það vel en mikilvægt að
og mikilvægt að veita vegfarendum góða þjónustu. Í því sambandi vil Vegagerðin minna á að hleðslustöðvar gilda sömu reglur og aðrar framkvæmdir að vegi. Veghelgunarsvæði eru 30 metrar að breidd til hvorrar handar frá miðlínu stofnvega en 15 metrar frá miðlínu annarra þjóðvega. Innan veghelgunarsvæða má ekki framkvæma nema fengnu samþykki Vegagerðarinnar. Það á einnig við nýjar tengingar við þjóðvegi eða breytta landnotkun sem nýtir fyrirliggjandi tengingar. Þannig má til dæmis ekki ganga því sem vísu að leyfi fáist til að nýta eldri túntengingar til að tengja nýja hleðslustöð við þjóðveg. Upplýsingar hvað vegir eru í umsjá Vegagerðarinnar má nálgast á kortasjá Vegagerðarinnar. Og jafnframt því hér með koma á framfæri að innviðaráðuneytið hefur nýlega falið Vegagerðinni að annast skipulag og uppbygging á skilvirkunetti nýorku innviða fyrir samgöngur. Þar á meðal fyrir þyngri ökutæki á landsvísu. Haft verður samráð við viðkomandi sveitarfélög vegna frekari skipulagsvinnu þegar þessari vinnu vindur fram. Bókun skipulagsnefndar var þannig að hún þakkaði erindið og hlakkar til að fá að taka þátt í vinnu með Vegagerðinni skipulag og uppbygging á skilvirkunetti nýorku innviða fyrir samgöngur á landsvísu, þar á meðal fyrir þyngri ökutæki. Erindi nr. 5 varðar Laugasel og víðar athugasemd vegna skógræktar framkvæmda, þar sem að Skipulagsstofnun gerir athugasemd við útgáfu framkvæmdaleyfa fyrir skógrækt á jörðunum Laugasel og í Víðum. Í fundargerðinni er erindi Skipulagsstofnunar í heild sinni en ég ætla að leyfa mér að stytta það og afgreiða það þannig að erindi varða túlkun á lagagreinum í lögum verndun Laxár og Mývatns það hvort ákvæði umhverfismat framkvæmda óháð stærð eigi við á verndarsvæði eða vatnasviði Mývatns og Laxár. Erindið í heild sinni mun koma fram í fundargerð og Skipulagsnefnd bókaði þannig. Skipulagsnefnd lýsir undrun sinni á ákvörðun og ábendingum Skipulagsstofnunar. Hingað til hefur sveitarfélagið ekki krafist þess að matsskylda sé könnuð Ég fóði ekkert að greiða atkvæði þetta. Ég ætla aðeins að bæta inn í þetta hefur með það að gera þessi skilningur sem að Skipulagsstofnun leggur núna upp með að ákvæði og túlkun lagagreinanna farið þannig að niðurstaðan verði að þetta eigi við á öllu vatnasvæði Mývatns og Laxár sem tekur það til Reykjadals, Aðaldals, Mývatnssveitar og talstórs hluta okkar landsvæðis, að þá muni þurfa umhverfismat fyrir allar framkvæmdir óháð stærð. Skipulagsnefnd álítur þetta muni vera íþyngjandi og bókar því þannig að Skipulagsnefnd lýsir undrun sinni á ákvörðun og ábendingum Skipulagsstofnunar. Hingað til hefur sveitarfélagið ekki krafist þess að matsskylda sé könnuð áður en framkvæmdaleyfi er veitt fyrir framkvæmdir sem eru innan afmarkaðs vatnasviðs Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu nema að umfang gefi tilefni til. Sveitarfélagið hefur litið þannig á að skýrt sé í 4. grein laga nr. 97/2004 að verndun vatnasviðsins eigi fyrst og fremst við gæði og rennsli grunnvatns og mögulega áhrif á grunnvatn. Til nánari skýringar má líta til 18. greinar reglugerðar nr. 665/2012 þar sem vísað til laga hollustuhætti, meðhöndlun úrgangs og stjórn vatnamála og annarra laga sem lúta að mengunarvörnum. Einnig má líta til 19. til 24. greinar sömu reglugerðar þar sem fjallar takmarkanir innan vatnasviðsins en þær takmarkanir lúta allar að mengunarvörnum og verndun vatns. Skipulagsnefnd fól því skipulagsfulltrúa að koma viðbrögðum nefndarinnar til Skipulagsstofnunar og vinna þetta mál áfram. Flatey, næsta mál Flatey geymslur, það merkjalýsing. Lögð fram merkjalýsing fyrir hönd Ríkissjóðs Íslands undir geymslu og skúr í Flatey. Ekki deiliskipulagar í gildi. Skipulagsnefnd bókar því þannig að hún samþykkir stofnun lóðarinnar og felur byggingarfulltrúa annast málsmeðferð hennar eins og lög og reglugerðir mæla fyrir Númer 7 einnig merkjalýsing fyrir skóga frístundahús og það sem lagt tekin fyrir umsókn frá merkjalýsanda fyrir hönd Skógalands EHF stofnun lóðar undir frístundahús á skógum. Ekkert deiliskipulagar í gildi. Skipulagsnefnd bókar þannig að hún samþykkir stofnun lóðarinnar á skógum og felur byggingarfulltrúa annars málsmeðferð hennar
eins og lög og reglugerðir mæla fyrir og þegar tilskilin gögn hafa borist, en bendir á að æskilegt sé að vinna deiliskipulag fyrir svæðið þar sem áform eru frekari uppbyggingu. Mál nr. 8 varðandi merkjalýsingu í Sandar 1 og 2. Álit lögfræðings sveitarfélagsins liggur fyrir að þörf sé á undirskrift eiganda Voga 1 á gögnin sem aðliggjandi jörð. Í ljósi þess að gögnum ábótavant ekki hægt að ljúka málinu og merkjalýsingu því frávísað. Þetta lagt fram tilkynningar. Mál nr. 9 Breiðamýri breytingar á staðföngum, þar sem lagðar eru fram óskir breytingar á staðföngum að Breiðamýri frá landeigendum og það felur í sér að landeign 153715 Breiðamýri 1 verður Breiðamýri landeign 210663 Breiðamýri 1 lóð verður Breiðamýri Gamlahús, landeign 206934 Breiðamýri 2 lóð verður Breiðamýri Símahús og 153716 Breiðamýri 2 verður Breiðamýri 3 land. Skipulagsnefnd bókar þannig að hún samþykkir framlagðar nafnabreytingar og felur byggingarfulltrúa að vinna málið áfram. Mál nr. 10 Laugar í Reykjadal umsókn lóð, en fyrir skipulagsnefnd liggur umsókn lóð á Laugum í Reykjadal frá Orku náttúrunnar. Halldór Guðmundsson frá Orku náttúrunnar kominn á fundinn. Skipulagsnefnd bókar þannig að hún jákvæð fyrir því að Orka náttúrunnar fái lóð á þessu svæði og felur starfsmönnum að útfæra hugmyndir framkvæmdaaðila í samræði við umræður á fundinum. Mál nr. 11 Skógahlíð 1 breyting á deiliskipulagi. Breyting á byggingareit í Skógahlíð 1 var grenndarkynnt frá 24. september síðastliðinn til 23. október og engar athugasemdir bárust og skipulagsnefnd bókar því þannig að hún samþykkir óverulega breyting á deiliskipulagi í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Mál nr. 12 Laugar deiliskipulag. Skipulagslýsing var kynnt frá 2. október til 30. október síðastliðinn og bárust umsagnir frá heilbrigðis eftirliti Norðurlands eystra, Skipulagsstofnun, Minjastofnun og Vegagerðinni. Skipulagsnefnd þakkar innkomnar ábendingar og felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram. Mál nr. 13 Aldeyjarfoss deiliskipulag, þar sem kynnt var vinnslutillaga frá 7. október til 4. nóvember. Haldið var kynningafundur í Kiðagili í Bárðardal þann 14. nóvember þar sem mættu 35 manns og fóru fram góðar umræður. 7 umsagnir bárust í skipulagsgátt. Lögð fram tillaga að deiliskipulagi þar sem brugðist hefur verið við tillögum og athugasemdum og skipulagsnefnd bókar þannig hún samþykkir að auglýsa deiliskipulagstillöguna í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Mál nr. 14 aðalskipulag Þingeyjarsveitar 2024 til 2044. Tillaga að aðalskipulagi Þingeyjarsveitar var auglýst frá 22. september til 17. nóvember. Síðastliðin 74 athugasemdir bárust bæði frá opinberum aðilum og einstaklingum. Tekin til umræða staða skipulagsins að lokinni auglýsingu tillögunnar og skipulagsnefnd bókar svo að skipulagsfulltrúa falið að vinna samantekt umsagna og yfirlit í samræmi við umræður á fundinum og boða til vinnufundar. Ég ætla að skjóta því hérna inn í að þessi vinnufundur hefur farið fram og okkur miðar ágætlega í þessari vinnu. Síðasta mál á dagskrá tilkynning fyrirhugaða niðurfellingar vega af vegaskrá. Vegagerðin hefur sendt Þingeyjarsveit tilkynningu niðurfellingu 4 vega af vegaskrá. Hólmavegur nr. 66-32-01, Vestmannsvegur nr. 87-85-01, Jarlsstaðavegur nr. 87-22-01 og Engidalsvegur nr. 87-16-01 og skipulagsnefnd bókar þannig að að ræða heimreiðar í sveitarfélaginu þar sem ekki lögheimilis skráning fyrir hendi og því áformar Vegagerðin að fella heimreiðar af vegaskrá. Skipulagsnefnd vil minna landeigendur á að huga að andmælarétti eftir því sem við á. Fleira var ekki rætt og fundi var slitið. Vill einhver taka til máls varðandi fundargerð skipulagsnefndar? Svo ekki, þá óska ég eftir við ykkur að þið staðfesti þessa fundargerð. Við ykkur sem geta staðfest fundargerðina, gefið merki, hún staðfest samhljóða.
Næsta mál fjárhagsáætlun 2026 fyrir sveitarstjórn liggur til fyrri umræðu fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar fyrir árið 2026 auk áætlunar fyrir árin 2027 og 2000 til 2029. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Gerður Sigríðardóttir. Já, oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það svo sem ekki, það hafa ekki verið mikla sveiflur í rekstri sveitarfélagsins á milli ára. Þannig að þetta samt sem áður alltaf svona sama vinnan við að reyna að koma áætluninni heim og saman. Við vildum gjarnan eyða ennþá meiri peningum heldur en við höfum á milli handana eins og gengur að gerist og veita betri þjónustu. En það allavega jákvætt að íbúum hefur fjölgað, þar með hækka skatttekjur sveitarfélagsins og verður þá úr örlitlu meira að moða. Nú en á móti að þá ákvað sveitarstjórn að hefja lækkunarferli og lækka fasteignagjöldin sem að hafa verið mjög há í Þingeyjarsveit miðað við önnur sveitarfélög. En þetta svo sem ekki stór lækkun en byrjunin vonandi á frekara ferli þar sem við lækkum fasteignagjöldin 0,625% niður í 0,595. Ef við horfum á bara samstæðuna A og B hluta þá eru tekjurnar samtals að hækka 250 milljónir en rekstrargjöldin þau hækka 200 milljónir. Þar inni náttúrulega töluvert af viðhaldi fasteigna því það sveitarfélagið á gríðarlega mikið af fasteignum og stórum fasteignum sem að þarf sífellt að halda við og í rauninni þyrfti að halda mun betur við heldur en að bara rekstur sveitarfélagsins eiginlega leyfir en það svona reynda forgangsraða og með því móti þá talið að sé verið að halda í horfinu. Niðurstaða A og B hluta áætluð 115 milljónir í rekstrarafgang og við hefðum og það svo sem ágætt og að hefði verið kannski betra að hafa hana aðeins hærri en þetta algjörlega ásættanlegt. Nú það hafa ekki verið tekin lán síðan 2023 þá var tekið 300 milljón króna lán fyrirgeðu 22 var tekið 300 milljón króna lán. Síðan eru 3 ár sem að hefur ekki verið nein lántaka og það mjög heppilegt á þessum tímum hávaxtastigs og hárrar verðbólgu og meðan þá hefur verið hægt að greiða niður lán og einhver lán hafa verið að klárast þannig að vonandi verður svona meira rými þá til framkvæmda á næstu árum. Því það á nóg að taka. En eins og ég segi, þetta bara lítur ágætlega út og síðan ég myndi mæla með því að við samþykktum áætlunina sem fyrri umræðu og vísuðum henni til annarar umræðu og við munum halda áfram að rýna hana á milli umræðina. Takk. Þakka þér fyrir þetta. Gerður, vill einhver annar taka til máls? Árni Pétur. Já, oddviti og geta sveitarstjórnar fólk. Þetta alltaf ábyrgðarhluti vissulega þegar við setjumst yfir fjárhagsáætlunargerð vegna þess að þetta náttúrulega það sem að við höfum úr að spila frá því sem að lögboðið hlutverk okkar að það það að ráðstafa þeim peningum sem að eftir eru til framkvæmda og viðhalds og gæluverkefna og uppbyggingar í samfélaginu okkar og þetta náttúrulega þetta ekki auðvelt og verða ekki allir glaðir, það fá ekki allir óskalistana sína og vissulega myndu við vilja geta gert meira en þetta hins vegar allt saman ágætlega jákvætt út af því að reksturinn hjá okkur í bara fínu jafnvægi og það rekstrar ágangur og einhverju koma sennilega til með að spyrja af hverju framkvæmum við ekki meira, af hverju erum við að eiga þennan ágang en hann má náttúrulega ekki minni vera, þetta einfaldlega orðið það stór rekstur að við þurfum að eiga borð fyrir báru, það má ekki mikið út að bera til þess að við séum þá komin hinum megin þannig að við erum einfaldlega að reyna að sýna ábyrga fjármagnsstjórnun. Takk fyrir.
Rannar að taka þeim máls. Með leyfi varáttu til ekki á staðnum, þannig ég get ekki tekið til máls. En ég var að fá þakka bara sveitarstjórn þessar, við höfum verið í ágætis samtölum þetta. Það er ákveðin vonbrigði að ég hef ekki náð að koma inn á fjárhagsáætlun mínu helsta máli sem malbikun heimreiða og byrja norðan frá, en ég verður líklega að lifa með því. Tillaga bókun svo sveitarstjórn samþykkir að vísa framlagðri fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og undirfyrirtækja fyrir 2028 ásamt 3 ára áætlun fyrir árin 2029 til 27 til 2029 til síðari umræðu. Þau kannski geta samþykkt þessa bókun við selgið merki. Það er samþykkt samhljóða. Næsta mál er útsvarsprósenta fyrir 2026. Fyrir sveitarstjórn liggur tillaga að útsvarsprósentu 2026. Við lengur taka til máls það. Svo er ekki, en sveitarstjórn vil bóka þannig í þessu máli að hún samþykkir að full nýting verði að útsvari samkvæmt lögum samanber 1. málsgrein 23. grein laga nr. 4 frá 1995 tekjustofna sveitarfélaga eða 14,97%. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun við sem er skefmerki, samþykkt samhljóða. Það er sérlega ánægjulegt að sjá í salnum gest á fundi. Það sem Úlla Árdal situr með dreng sín í fanginu og hann er afslappaður, hann er rólegur í framtíðinni. Setur í brýnnar þegar ég segi þetta. Leið nr. 5. Gjaldskrár 2026. Fyrir sveitarstjórn liggja til umræðu gjaldskrár þingaði sveitar fyrir árið 2026. Vill einhver taka til máls þessar gjaldskrár, þar að segja þann hluta þeirra sem er tekinn hér til fyrirumræðu. Svo er ekki, þá er bókunni svo að eftirtaldar gjaldskrár, sveitarstjórn bókar þannig að eftirtaldar gjaldskrár verða lagðar fram til fyrri, eftirtaldar gjaldskrár eru lagðar fram til fyrri umræðu. Gjaldskrá Brunavarna Þingeyjarsveitar 2026, gjaldskrá Flateyjarhafna og Skjálfandaflóa 2026, gjaldskrá allar þessar gjaldskrár eru fyrir 2026, ég vil bara segja það strax. Gjaldskrá gatnagerðargjalda ásamt gjaldskrá skipulags- og byggingafulltrúa, gjaldskrá Hitaveitu Reykjahlíðar, gjaldskrá Hitaveitu Reykjadæla, Hitaveitu Stórutjarna og tengigjald Fráveitna og Vatnsveitna, gjaldskrá Fráveitugjalda, gjaldskrá búfjárhald og varsla, gjaldskrá sorphirðu, gjaldskrá hunda, katta og fiðurfjárhalds, gjaldskrá rótþróa, gjaldskrá lóðarleigu, gjaldskrá vassgjalds og já. Bókunin endar á því að sveitarstjórn vísar framlögðum gjaldskrám 2026 til seinni umræðu. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunin sem að merki. Og í framhaldi af því þá eru eftirtaldar gjaldskrár fyrir árið 2026 lagðar fram til samþykktar. Gjaldskrá þjónustumiðstöða, gjaldskrá malarnáma, gjaldskrá vegna útleigu á skólahúsnæði, gjaldskrá heimaþjónustu, gjaldskrá íþróttamiðstöðva, gjaldskrá leikskóla, gjaldskrá mötuneyta og skólavistunar, gjaldskrá tónlistaskóla, gjaldskrá félagsheimila Þingeyjarsveitar Breiðamýri og ljósendingabúð, gjaldskrá félagsheimila Þingeyjarsveitar Skjólbrekka, gjaldskrá félagsheimila Þingeyjarsveitar Ídalir, gjaldskrá búnaðar félagsheimila Þingeyjarsveitar, gjaldskrá Þeistareykjaskáli, gjaldskrá fasteignaskatt 2026 ásamt reglum afslætti að fasteignaskatti. Sveitarstjórn samþykkir framlagðar gjaldskrár og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að birta þær á heimasíðu sveitarfélagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunum sem skilmerki. Takk fyrir það. Lið nr. 6 er heimild til lántöku í Sparisjóði Þingeyinga. Í fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar fyrir árið 2025 er gert ráð fyrir töku langtímalána allt að upphæð 400 milljónir króna. Í ljósi þess að ekki er þörf á langtíma lántöku á árinu er lagt til að sveitarstjóra verði veitt heimild til að sækja allt að 100 milljón króna yfirdráttarheimild ef þörf verður á í Sparisjóði Þingeyinga
sem yrði greidd upp á fyrri helmingi ársins 2026. Vil einhver taka til máls þennan lið? Svo ekki því lögð fram til að bókun. Sveitarstjórn samþykkir að veita sveitarstjóra heimild til að taka alltaf 100 milljón króna yfirdráttar heimild hjá Sparisjóði Þingeyinga. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefa merki samþykkt samhljóða. Mál númer 7. Hulda náttúru hugvísinda setur. Fyrir sveitarstjórn liggur fyrir beiðni frá Svartargoti menningu og náttúru áframhaldandi stuðning við Huldu náttúru hugvísinda setur. En sveitarfélagið hefur undanfarin 3 ár styrkt setrið 5 milljóna króna framlag á ári. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Árni Pétur. Og líður vel. Já, oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Ég held að þetta sé svona eitt af þessum verkefnum. Ég ætla að leyfa mér að kalla þetta nýsköpunarverkefni. Þetta er mjög mikilvægt og þetta eru svona eitt af þessum verkefnum sem gæti orðið stærra og gæti orðið meira úr. Ég veit að það eru hugmyndir það að það komi Evrópustyrkir inn í þetta verkefni og þá getur orðið til annað starf út úr verkefninu og ég held að þetta væri ekki góður tímapunktur til að hætta að styðja við verkefnið. Ég held við þurfum að fylgja því eitt lítið lengra, þannig að ég mæli með því að sveitarstjórn samþykki erindið. Takk fyrir. Vilja einhverju fleiri taka til máls? Gerður? Já, oddviti. Ég vil bara taka undir með Árna Pétri. Ég held að við höfum ásamt Háskóla Íslands styrkt þetta verkefni núna í 4 ár og það er á mjög góðri leið og ég tel að þarna séu ýmsir sprotar að vaxa sem að mig langar til þess að fá að vaxa áfram samfélaginu til heilla og þetta í hug að niðurstaða skýrslu sem að Markaðsstofu á Norðurlands vann fyrir sveitarfélagið upp úr íbúafundum framtíð ferðaþjónustu. Eitt af því sem að þar kom fram var að við getum bætt okkur þó nokkuð á sviði menningatengdar ferðaþjónustu. Þarna eru tækifæri fyrir íbúa til þess að búa sér til atvinnu og verkefni og ég held að Hulda sé einmitt það er svona, þetta gæti verið svona sem afleitt verkefni af því starfi sem að er verið að vinna hjá Huldu. Þannig ég mæli með að við styrkjum þetta verkefni áfram. Vilja einhverju fleiri taka til máls? Sigurður? Já, ég ligg undir talsverðu ámæli hér fyrir það að standa mig ekki alveg í starfi sem varamaður minnar konu og enda bara mjög ákjósanlegt að fá að taka til máls undir þessum lið. Ég ætla að taka fastar á orðum heldur en Árni Pétur. Ég er alveg vissum að þetta verkefni á eftir að fjölga og stækka, á eftir að fjölga mannskap og það eftir að stækka. Og það er akkurat þetta sem okkur vantar í sveitarfélagi að byggja upp svona verkefni og atvinnustarfsemi. Þannig að ég styð þetta fullkomlega. Takk fyrir. Það ekki alls kostar rétt að Sigurður hafi beinlínis leiðandi því stingi en vissulega er hann varamaður fyrir sveitarstjórnarmann sem tók oft og auðvitað til máls og því rétt að hann sinni því í hlutverki sínu. Vill einhver annar taka til máls þetta? Svo er ekki með leyfi varðátu þegar ég bara tek undir þetta og styð þetta heilshugar. Fyrir fundinum liggur bókun sveitarstjórn samþykki styrk til Huldu náttúru hugvísinda seturs 5 milljónir króna á ári í næstu 3 árin. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun sem það skeiði merki, það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 8. Náttúrustofa Norðurlands viðauki 2026 við samning rekstur fyrir sveitarstjórn. Liggur viðauki við samning 2026 rekstur Náttúrustofu Norðausturlands frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti. Vill einhver taka til máls undir þessum lið?
Svo ekki fyrir fundinum liggur bókun sveitarstjórn samþykkir viðauka við samningum rekstur Náttúrustofu Norðausturlands og felur sveitarstjóra að undirrita hann fyrir hönd félagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun víslega skeiða merki, samþykkt samhljóða. Næsta mál, Kristnes spítali. Staða starfsemi og aðgengi að endurhæfingar þjónustu. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá sveitarstjóra Eyjafjarðarsveitar til heilbrigðisráðherra stöðu starfsemi Kristnes spítala og aðgengi að endurhæfingar þjónustu. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Gerður, þessu vel. Já, Oddviti, ég vildi bara taka undir þessa bókun frá sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar og öldungaráðs þar og deili áhyggjum þeirra af þeim breytingum sem að þarna eru fyrirhugaðar, þar sem er verið að loka endurhæfingarúrræðinu sem að hefur verið rekið á Kristnes spítala, allavega þannig að fólk verið sendt heim helgar, sem að náttúrulega þýðir það að það takmarkar alltaf einhverja sem að þurfa á þessari þjónustu að halda, og ég hvet önnur sveitarfélög til þess að leggjast á árarnar. Við þurfum að halda svona endurhæfingarúrræði hér í landshlutanum. Takk. Takk fyrir þetta. Er einhver annar sem vil taka til máls? Með leyfi varamanns varaoddvita. Þá tek ég undir þetta líka því að þetta er Kristnes partur af þeirri heilbrigðisþjónustu sem við sækjum á Eyjafjarðarsvæðið og svo miðjun hefur verið að aukast og þarna er að ræða þjónustu sem að er verið að veita fólki sem kemur jafnvel lengra að, og þetta er mjög gott starf, þekkið á persónulegri reynslu. Þannig ég tek heilshugar undir þetta að við þetta ber að styðja. Tillaga bókunar er þannig að sveitarstjórn tekur heilshugar undir með sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar og öldungaráðs í erindi til heilbrigðisráðuneytisins að tryggja verði áframhaldandi endurhæfingu og þjónustu á Kristnesi. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunar sem skeiða merki, samþykkt samhljóða. Næsta mál er IMS þarfagreining vegna mögulegra þakviðgerða, en langvarandi lekavandamál hafa verið á þaki íþróttamiðstöðvarinnar í Reykjalíð. Nýverið fóru fram bráðabirgðaviðgerðir á þakinu en ljóst er að huga þarf að endurnýjun þaksins á næstu árum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Með leyfi varamanns varaoddvita þá hefur einnig samhliða borist hugmynd frá Mývetningi aðra notkun þarna á þessu svæði, þar að segja mögulegri annarri hæð ofan á húsið, og því er lögð fram bókun sem hljómar svo: sveitarstjórn samþykkir að fela umsjónarmanni fasteigna ásamt sveitarstjóra að meta viðhaldsþörf þaksins og leggja niðurstöður fyrir sveitarstjórn. Jafnframt skal skoðuð hugmynd frá Mývetningi byggingu annarrar hæðar ofan á húsið og sú hugmynd kostnaðarmetin samhliða mati við endurbyggingu þaks ásamt því að kanna þörfina fyrir aukið byggingamagn við íþróttamiðstöðina. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunum vinsamlega skeiða merki. Og síðan kemur skemmtilegt mál sem heitir Laugar og barnaskóla á Brekkan. Mikið viðhald er að koma á veginn upp að Þingey stjórnsýsluhúsi sem í daglegu tali er kallað barnaskóla Brekkan, en áhöld hafa verið það hversi raunverulegur veghaldari þessa vegar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki með leyfi varamanns að þarna er að ræða viðhald sem hefur verið eðlilega beðið með það sem misjafn skilningur er á eignarhaldi og umræður við vegagerð það, og því er lögð fram eftirfarandi bókun: sveitarstjórn felur sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að funda með vegagerðinni í því skyni að komast að niðurstöðu hvers er raunverulegur veghaldari þessa vegar og hvar kostnaður við viðhald eigi að liggja. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiða merki. Næsta mál er nr. 2, skólalóðir í Þingeyjarsveit.
Býtum við. Já, þetta gæti ekki verið minna. Inngangurinn hljóðar svo með árabil hefur verið ákall frá skólastjórnendum endurnýjun skólalóða ásamt leiktækjum hjá leik- og grunnskólum Þingeyjarsveitar. Það er jafnframt eitt af áherslu atriðum sem kemur fram í skólastefnu Þingeyjarsveitar 2024 til 2030. Starfshópur eftirfylgni skólastefnu vann tillögu til fjárhagsáætlana gerðar í samráði við sviðsstjóra fjölskyldu sviðs umsjónarmanns fasteigna og skólastjórnendur í sveitarfélaginu. Er einhver takt til máls undir þessum lið? Ragnhildur Jónsson. Já, takk fyrir. Mér langaði bara aðeins að kannski fara yfir sem sagt að þessi starfshópur sem að ég og Eyþór Kári setjum í frumvarp sveitarstjórnar, hann er sem sagt á að fylgja eftir framkvæmd skólastefnu Þingeyjarsveitar og endurskoða eftir þörfum. Og það hafa náttúrulega komið, fyrir þá sem hafa fylgst með, það hafa komið sko bæði frá skólastjórnendum og nemendum skólana í sveitarfélaginu, það hafa komið ákall breytingar og bætingar á skólalóðum. Þannig að starfshópurinn taldi að þetta væri það sem væri helst ætti að setja í forgang, og það kemur til dæmis fram einmitt í skólastefnunni eins og sagt þarna eina megin hvað segjum við, eitt af áherslu atriðum úrbætur og útilegs skólana verði gerðar með hliðsjón af þörfum allra aldurshópa í samráði við nemendur og starfsfólk. Þannig að það er mjög ánægjulegt ef að þetta kemst aðeins áfram hjá okkur. Takk. Einhverju fleiri sem vilja, já, ekki það, 8 betur. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk, ég get tekið undir með Ragnhildi. Ég held að sko á sama tíma og við erum að fara fram á það við nemendur að sé dregið úr snjalltækjanótkun og krakkarnir eigi að vera í samskiptum út að leggja sér, og þá þetta þurfum við að hafa umgjörð til þess að þau geti gert akkurat það. Og þetta er náttúrulega orðið svolítið langt mál. Ég man nú eftir sko ákalli bara hreinlega rólur sko í 5-6 ár sem að við höfum ekki orðið við, sem að ætti nú að vera kannski ekki mjög fjárhagslega íþyngjandi og einfalt mál að bæta ár. Þannig að ég held að það sé ágætt að við reynum að setja einhverja fjármuni í þetta, þannig að það sé allavega hægt að skipuleggja svæðin og menn sjáu þá nákvæmlega fyrir sér skipulag og hvað var að fara hvert. Takk. Takk fyrir þetta. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Því er komin fram tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að veita 21 milljón króna til endurnýjunar lóða og leiktækja við skóla sveitarfélagsins. Sviðsstjóra fjölskyldu sviðs og umsjónarmanni fasteigna er falið að vinna ásamt skólastjórum þarfagreiningu svæðana til að fjármagnið nýtist sem best ásamt því að samræma innkaup. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vinsælskeðmerki. Mál nr. 13 varðar Kjarna. Norðurhluti sveitarstjórn hefur hugmyndir að nýta Kjarna fyrir heilsu tengda nærþjónustu. Áhugasamir aðilar hafa lýst áhuga á því að hefja starfsemi í húsinu. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Þá bara fæ ég aðeins með leyfi varamansóttita til snúið. Við höfum hort til þess að koma einhverju starfsemi í húsið og viðræður hafa átt sér stað varðandi meðeigandi okkar í Sparisjónum, og við erum vonast til að geta kannski komið þessu aðeins áfram og koma þarna inn einhverjum aðilum sem að vissulega vantar aðstöðu. Því er komin til að bókun sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra og umsjónarmanni fasteigna að undirbúa húsið fyrir útleigu með þarfir væntanlegra leigjenda í huga. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vinsælskeðmerki. Mál nr. 14 varðar umhverfis- og samgöngunefnd, umsögnum mál 229, verndar- og orkunýtingaráætlun og raforkulög.
Fyrir sveitarstjórn liggur umsagnarbeiðni 229. máls umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis tillögu til þingsályktunar verndar- og orkunýtingaráætlun og raforkulög. Frestur til að senda inn umsóknir til og með 25. nóvember. Og villingur taka til máls undir þessum lið. Þá með leyfi Áramanns að þetta er svona eitt af því sem hefur borist og verið rætt í aðdraganda fundarins þótt svo að dagsetningi sé liðin, en fórum yfir málið og teljum ekki ástæðu til að senda inn umsögn á þessu stigi máls og bókunin hljómar því svo: sveitarstjórn telur ekki þörf á að senda inn umsögn á þessu stigi. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunin sem merki samþykkt samhliða. Mál nr. 15 er umhverfis- og samgöngunefnd umsögn mál 237. Breyting á þingsályktun nr. 24/125 áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða. Fyrir sveitarstjórn liggur umsagnarbeiðni 237. máls umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis tillögu til þingsályktunar breyting á þingsályktun nr. 24/152 áætlun og vernd orkunýtingasvæða. Frestur til að senda inn umsögnir til og með 25. nóvember næstkomandi. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Sveitarstjórn leggur til þá lögðir fram til eftirfarandi bókun: sveitarstjórn telur ekki ástæðu til að senda inn umsögn á þessu stigi máls. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun sem skilja merki. Mál nr. 16 er umhverfis- og samgöngunefnd umsögn 175. mál. Innleiðing landsbyggðamats í stefnumótun og lagasetningu stjórnvalda. Fyrir sveitarstjórn liggur umsagnarbeiðni máls 175. máls umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis tillögu til þingsályktunar innleiðingu landsbyggðamats í stefnumótun og lagasetningu stjórnvalda. Frestur til að senda inn umsókn til og með 28. nóvember. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Og tillaga að bókun er þannig að sveitarstjórn telur ekki ástæðu til að senda inn umsögn á þessu stigi máls. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunin sem skilja merki samþykkt samhljóða. Og þá eru hérna nokkrar fundargerðir lagðar fram til kynningar. Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi eystra, SSNE. Þannig eru fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 7. og 7. fundar stjórnar SSNE frá 7. nóvember síðastliðinn. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Lagt fram til kynningar. Og næsti liður er þinggerð haustþings SSNE sem er lögð fram hér til kynningar, en þingi fór fram í 29. október síðastliðinn. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Lagt fram til kynningar næsti liður nr. 19 er stjórn Norðurorku fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 300 fundar nr. 316 stjórn Norðurorku frá 18. nóvember síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Lagt fram til kynningar. Mál nr. 20 leigu íbúðir Þingeyjarsveitar HSS. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 31. fundarstjórnarlegu íbúða Þingeyjarsveitar frá 11. ágúst síðastliðnum. Lagt fram til, vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þetta er lagt fram hér til kynningar og þá slítum við hér fundi klukkan 13:47. Takk fyrir skjalla.